Það er 1-0 tap niðurstaðan, hver er bara svona viðstöðubröð? Nei, fyrst við bara svekkelsi að tapa á heimavelli. En já, bara skrappi leikur, aðstæður kannski frekar erfiðar. Völlurinn þungur og mikið rok og rigning á annan markið. Þannig að já, bara fyrst og fremst svektur. Svona undir lok fyrirháleiks kemur svona svolítið, svona er reikistefna þar sem að ykkar maður fær, já, 2 gul á ykkur með tíma. Hvað gerist þar? Já, það sem gerist er náttúrulega að við viljum meina að við hefum fá víti og það sem að ég stóð og sá þetta finnst mér þetta að vera klárt víti og eðlilega verða þá menn pirraðir yfir því og Nacho mótmælti dómnum og hefur sagt eitthvað við hann og ekki nóg með það að hann fekk gult, hann fekk svo annað gula strax aftur fyrir kjaft líka, þannig að nákvæmlega hvað hann sagði veit ég ekki, væntanlega á spænsku og ef hann hefur metið að þannig að það væri rauðspjald þá er það rauðspjald en seinni hálfleikurinn er á okkar hálfu vel spilaður og góð frammistaða. Við erum náttúrulega undan vindi og búin að söffera þarna fyrir hálfleikinn á móti vindi og í seinni hálfleik þó við séum einu færri þá var það 8 tíma ekkert að sjá og ég er bara greiðlega ánægður með liðið okkar í seinni hálfleiknum og en því fór sem fór. Og hversu mikið svona, já, riðlaði þetta rauðarspjald skipulaginu fyrir seinni hálfleikinn? Já, hann náttúrulega eðlilega riðlaði eitthvað. Við náttúrulega vorum 15 sekúndum frá því að fara inn í hálfleikinn með 0-0 stöðu og jafnmarkinn á vellinum og það náttúrulega við þurftum að gera breytingar og því miður fyrir Kára þurfti hann að víkja á velli og þurftum að setja náttúrulega Hafsend inn á fyrir Nacho en skipulagið, þú veist, þetta var þetta náttúrulega bara að koma boltanum inn í teig og fá krossa og skjóta markið en því miður náðum við ekki að koma boltanum inn í teig en þeir náðu 1-0 og það er niðurstaðan. Svona kannski svona svekkjandi eftir með hvernig leikurinn spilast og sérstaklega það sem þið voru svona með yfirhunduna akkurat þegar þið fáið markið í bakið, svona svekkjandi að fá þessa tursku í andliti. Já og þú veist einhvern veginn aftur, þú veist, mér finnst að við hefum fáið aukaspyrnu í aðdragandanum. Hann dæmir ekki aukaspyrnu en vísar svo okkar manni af velli vegna þess að blæður á hendina á honum, þannig að við náttúrulega erum 2 færri þegar við skora. En við getum ekki verið að kvarta yfir því það er bara áfram gakk á næsti leikur og bikarleikur í miðri viku og svo fyrir Akureyri þannig að það er bara áfram gakk og halda áfram. Kannski, ja, góðu fyrir þannig í þessu öllu sem hann er kannski aðra 20 leikir eftir? Já, þú veist, mótið er bara nýbyrjað og fullt stöðum eftir og þetta verður bara gaman. Finnst þér einhver auka pressa á Keflavíkurliðinu í ár? Nei, alls ekki. Við setjum bara pressa á okkur sjálfir og við viljum vinna alla leiki og förum í alla leiki til þess að vinna og við hefum sagt það, við viljum reyna að komast upp úr þessari deild, hvort sem það er að enda nummer 1 eða fara í gegnum umspilið en markmiðið okkar er að fara upp. Takk fyrir.